Komið sæl og verið velkomin í Suður með sjó hjá sjónvarpi Víkur frétta. Að þessu sinni hittum við njarðvískan prófessor Hilmar Þór Hilmarsson sem hefur komið víða við í störfum sínum meðal annars hjá Alþjóðabankanum. Hann ræði meðal annars við okkur málefni varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli sem var í hálfa öld stærsti vinnuveitandinn á Suðurnesjum. Það nú ýmislegt sem við viljum ræða við þig, en við ætlum að byrja á bók sem að þú varst að gefa út nýlega og sem fjallar hrunmál í Eystrasalts London og þetta er svo langur titill Hilmar, það er erfitt að vera með að lesa þetta, The Economic Crisis and its Aftermath in the Nordic and Baltic Countries, Do as we say and not as we do. Já. Segðu okkur aðeins frá þessari bók. Já, sko, þessi bók, ég vann fyrir Alþjóðabankan í baltnesku löndunum frá í 4 ár og hef haft áhuga á þessum löndum. Svo náttúrulega hrunið líka á Íslandi. Og þetta er allt smáríki sem ég er að skrifa. Ég er að skrifa Eystrasaltsríkin og ég er að skrifa Norðurlöndin og skrifa það hvernig þau brugðust við hruninu og hvernig árangurinn er núna í dag. Og það sem að vekur athygli mína með baltnesku löndin er það að í staðinn fyrir að gera eins og Ísland gerði. Ísland hefur alltaf fylgt Norðurlöndunum, verið með velferðarkerfi og við erum með markaðshagkerfi en samt velferðarkerfi. Þá taka baltnesku löndin upp bara frjálshyggju í kjölfar þegar verið sjálfstæð 91 og svo þegar að hrunið verður þá bregðast þau allt öðruvísi við heldur en Ísland. Hér á Íslandi til dæmis hrundi gengið hjá okkur og bankarnir fóru á hausinn. Hjá þeim snerist þetta að halda genginu föstu, miklu aðhaldi í ríkisfjármálum og bjarga erlendu bönkum. Þannig að, og niðurstaðan er allt önnur, þau í dag búa við það að þau hafa hagvöxt en þau hafa mist mikið af svona unga fólki og bankunum var bjargað. Hagvöxturinn hefur verið hægari heldur en að fólk vonaði þannig að þau hafi ekki náð að nálgast Norðurlöndin eins og þau ætluðu sér. Þau eru ennþá miklu fátækari og þau hafa náð árangri, þau hafa mist mikið af fólki. Að Ísland hefur náð meira árangri, meiri hagvexti, verið miklu lægra atvinnuleysi og betri stöðu að mínu mati. Og eitt af því sem að vekur athygli er það, þessi stillin á bókinni Do as you say and not as you do, er það að löndin þau fylgja Svíþjóð. Svíþjóð á eiginlega alla bankana í þessu löndum. Og þegar að kreppan skellir á 2008, þá er krafa fast gengi til að bjarga þessum bönkum. Og þau fylgja því. Það er líka krafa frá Evrópusambandinu að fylgja því og að halda fast gengi því þau vildu öll fara inn á evrusvæðið. Og það er líka athyglisvert þegar maður skoðar í Norðurlöndin og þessi lönd, baltísku lönd, ólík nálgun varðandi Evrópusamruna. Þau eru öll þátttakendur í Evrópusamruna en baltísku löndin þau hafa gengið og Finnland hafa gengið lengst. Þau eru aðilar að Evrópusambandinu og eru með evruna. Og reyndar svo eru baltísku löndin líka í NATO sem Finnland er ekki. Og þetta markast af því að þau eru ekki bara að hugsa efnahagsmál, þau eru líka að hugsa öryggismál. Þau eru með landa með Rússland. Á meðan að til dæmis Svíþjóð og Danmörku, þau eru ekki inn á Evrópusambandinu, þau eru Evrópusambandinu og svo tekur Noreg og Ísland sem eru ekki aðilar að Evrópusambandinu og ekki inn á Evrusvæðinu. En þetta er svona mjög ólík nálgun sem löndin taka og það vekur athygli að ekkert Norðurlandin hefur tekið upp evruna nema Finnland. Og hin löndin hafa lagt áherslu á að geta stjórna sínu eigin gengi og við höfum gert það. Og mér sýnir sko að þegar þú ert með fljótandi gengi og meira frjálsræði í ríkisfjármálum, þá nærðu betri árangri í hagvexti og þú nærð minna atvinnuleysi heldur en Eystrasaltsríkin og Finnland sem eru með fast gengi og mjög mikið aðhaldi í ríkisfjármálum. Aðhaldi í ríkisfjármálum kemur frá Evrópusambandinu, kemur frá Brussel. Það má ekki vera með 3% af verkli landsframleiðslu. En síðan kemur líka það að þegar þú komið sameiginlega gjaldmiðil, þá ertu með fast gengi. Þannig að ég velti þessu fyrir mig, þetta er líka relevant fyrir Íslandi. Ísland er að hugsa það í dag, þegar við sjáum krónuna sveifla sig sem hún gerir. Hvað er okkur best borgið? Eigum við að taka upp evruna? Hvað eigum við að fara inn í Evrópusambandið? Hvernig er okkur best borgið í framtíðinni? Og hvernig hefðum við verið ef við hefðum verið í Evrópusambandinu þegar hrunið varð? Við hefðum þurft að halda ríkisfjármálunum í miklu fastari skorðum. Við erum þannig að við erum með velferðarkerfi. Þannig að þegar það skellur á kreppa að þá getum við brugðist við með því að vera með meiri ríkishalla
miklu meiri ríkisstæði heldur en baltnesku löndin gerðu og gátu gert. Við þurfum ekki að hlýða neinni formúlu frá Brussel. Þess vegna gátum við verið með meiri halla og varið velferðarkerfið. Þetta var alveg nauðsynlegt vegna þess að Ísland, við höfum miklu minna þol, Íslendingar, að þola mótlæti og niðurskurð heldur en Eystrasaltsríkin. Eystrasaltsríkin, þau voru hluti af Sovétríkjunum. Þegar að þau voru sjálfstæð, áður en þau voru sjálfstæð, þá voru landamærin lokuð, þau voru hluti af Sovétríkjunum og fólkið mátti ekki mótmæla, það var bannað að mótmæla í Sovétríkjunum. Þegar að löndin verða sjálfstæð og síðan sækjastu aðild að Evrópusambandinu og verða síðan aðilar að Evrópusambandinu sem þau voru þegar hrunið varð, þá gerist það að fólki getur flúið eða það getur mótmælt og það kaus að flýja. Og þetta það sem gerist þar að fólki flýr. Atvinnuleysi þar ennþá í Lettlandi miklu þrisvarsinnum vel heldur en hér á landi og hagvöxtur hefur verið allt tímabilið frekar hægur. Á Íslandi þetta allt öðruvísi. Við getum verið með meiri halla á ríkissjóði, vernda velferðarkerfið betur heldur en þau gátu gert og við gátum fellt gengi sem var algjörlega nauðsynlegt til þess að fá meiri hagvöxt og ná atvinnuleysunum niður. Að mínum dómi. Ég held í dag ef við værum að tala fastgengistefnu, við gætum hafi farið þá leið og að þetta ríkisfjármálum, þá væri við með mun meira atvinnuleysi heldur en við með í dag og við höfum verið að horfa á hægari hagvöxt. En þú hefur nú, þú sérfræðingur í efnahagsmálum og hagfræðingur. Ef þú horfir núna bara, nú skulum við aðeins stilla okkur hérna inn á Ísland og Suðurnesin og þú horfir núna aftur til hrunsins og afleiðinga af því. Hvernig finnst þér hafa tekist til? Hefðirðu séð þetta gerast einhvern veginn öðruvísi? Ég álít að það hafi verið mjög mikilvægt fyrir okkur að bankarnir hafi farið á hausinn hjá okkur, að byrja með hreint borð og við gátum brugðist við með því að halda í okkar velferðarkerfi, við gátum fellt gengið. Ég tel að það hafi verið mjög mikilvægt fyrir okkur að geta farið þá leið, annars væri hér allt þessu umhorfs í efnahagsmálum. Ef þú talar um Suðurnesin sér, þá myndi ég vilja fara ennþá lengra aftur í tíma. Þegar ég var unglingur og þá var þetta sjávarútvegsplás og þá voru skip hér og hafnirnar fullar af fiskibátum. Í dag er flugstöðin tengið við og við erum með flugvílar, þotur í staðinn fyrir skipin. Þetta var algjör breyting á Suðurnesjum. Síðan náttúrulega gerist hérna á Suðurnesjum ekki bara það að kreppan skellur á og hefur áhrif hér, heldur fór varnarliðið sem var mjög erfitt fyrir okkur. Þannig að svæðið hefur farið gegnum gríðarlega mikla erfiðleika, það er ekki spurning það, en mér finnst að það hafi komið mjög vel út núna. Ég meina við sjáum gengisfellingin náttúrulega var grundvöllur undir það að hægt væri að ferðamannasjónustan færi á stað eins og hún hefur gert. Og Ísland Ísland var þekkt fyrir hrunið fyrir að vera dýrt land, eitthvað dýrasta land í Evrópu, sem fer svo í það að vera ódýrt land, samkeppnishæft land allt í einu og þá flæðir hér inn fólk, ferðamenn, flæða hingað inn og náttúrulega komast þeir ekki til landsins nema að fara í gegnum flugstöðina hjá okkur, en við höfum raunverulega hagnast af þessu að við samkeppnishæft, kannski erum við að tapa því núna, en náttúrulega þessu umsvif eru mjög mikil og mér finnst svæðið, ef maður skoða svæðið núna, ég er hættur að rata þetta er rosa stórt umsvif mikið og ég held að framtíðin sé mjög björt. Reyndar var ég í viðtali við Víkurfréttir fyrir 2014-2015 og þá sagði ég eitthvað á þá leið að ég trúði á nýja Suðurnes og sókn og þá spurði mér hvernig þetta er í huga að segja þetta, skilur, því þá var ekki ennþá farið að birta til. En ég held að við getum sagt það í dag að það eru miklu möguleikar. Auðvitað eru ákveðnar hættur. Það eru þúsundir starfa í flugstöðinni í Keflavík og afleidd störf hér í kring. Hvernig metur svona áhættuna við ferðaþjónustuna? Nú er hún orðin svolítið stór, risastór aðili á Suðurnesjum í atvinnulegu tilliti. Erum við ekki farið, það er oft talað um að það verði að vera með fleiri egg í körfunni, það sé meiri fjölbreytni í atvinnulífinu. Við þurfum að gæta okkar í efnahagsmálum. Það er eitt sem Ísland hefur verið að fara í gegnum mjög mikla sveiflur. Við höfum séð sveiflur áratug eftir áratug að við erum að fara fram á mjög miklar háar nafnlaunahækkanir og það er ákveðin hætta í því að við missum samkeppnishæfni. Við þurfum að reyna að búa þannig til í atvinnumálum að við séum að kjör fólks batni, stighækkandi og það séu raunlaunahækkanir, ekki bara nafnhækkanir og við setjum ekki verðbólguna af stað og við töpum ekki samkeppnishæfninni.
Það skiptir mjög miklu máli við höldum samkeppnishæfni. Finnst þér svona, hvað ég var að segja, staðan, uppbyggingin á störfum og slíku hér á svæðinu, ef þú horfir á þetta, hvernig myndir meta þetta, hvað ég var að segja, með tilliti til áhættu eða hvað það gæti, hvort það gæti orðið annað áfall hérna eins og hrun og annað, eða getur við verið pínu róleg, ferðaþjónustan mun lifa og þetta síst svona hvernig náum við að stilla okkur af með henni? Þegar ég var unglingur þá var mjög lítið ferðamenn skoðuðu ekki Reykjanesskagann. Það var mjög lítið ferðamennsku hérna. Það voru eiginlega engin hótel. Þetta algjörlega breytt. Nú þetta svæði orðið vinsælt. Maður sér ferðamenn hérna. Og ég held að sé ekki ástæða til þess annan að vera bjartsýnn. Það sem skiptir máli að við séum að bjóða þjónustu, ferðaþjónustu og við séum að bjóða eitthvað sem samkeppnishæft og samanburðarhæft við bestu staði sem fólk vil fara inn á. Ef eitthvað texta, þá sé ég ekki annað en við getum verið bjartsýn. Og náttúrulega það eðlilegt að í nútíma samfélagi þá byggist okkar starfsemi fyrst og fremst á þjónustu. Það gerir það í ríkustu löndum heimsins. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Fyrsti forseti lýðveldisins, eins og við öll vitum, var Sveinn Björnsson. Í kjölfar hans kom einhver Ásgeir Ásgeirsson. Við komum til móts við þig. Spennandi og fjölbreytt nám lagað að þínum þörfum. Geymdu þér málið á keilir.net. Flettum aðeins aftur á þínum ferli að þá komstu meðal annars nálægt svona, hvað ég var að segja, umræðum og vinnu varðandi varnarliðið. Það fór hérna 2006 og þú varst aðstoðarmaður utanríkisráðherra nokkrum árum þarna á undan, eða ekki, með hjá Halldóri Ásgrímssyni. Það oft talað brottför varnarliðsins að það hafi haft gríðarlega áhrif og það eru flestir svona sammála því. Þau komu ekki í ljós fyrir en í svona bankahruninu út af því að það var svo mikið góðari á þessum árum 2006-07 en svo kemur hrunið þarna í lok árs 2008. Hvernig fannst þér, hvernig myndirðu meta hvernig varnarliðið var á Suðurnesjum? Mikilvægið þess og brottförin og annað, þú komst eitthvað nálægt þessu? Já, varnarliðið var náttúrulega, þegar ég var í utanríkisráðuneytinu frá 95 til 99, þá var varnarliðið mjög mikilvægt. Mjög mikilvægt. Ég var formaður kostnaðarlækkunarnefndar. Ég kom beint frá Alþjóðabankanum. Halldór hringdi í mig og bað mig að koma sem aðstoðarmaður utanríkisráðherra 95 og var til 99. Og þetta mál kom beint á mitt borð, samningaviðræður við varnarliðið á þeim tíma. Þetta strax byrjað þarna. Þarna þið strax byrjað að huga að heimferð. Já, þarna er það var svo kallað agreed minute, það var samkomulag milli varnarliðsins og Íslands sem var að fara á gildi þegar ég kom og auðvitað hefði menn miklar áhyggjur af því. Það er ekki, varnarsamningurinn frá 51 og hann er ennþá í gildi en framkvæmd varnarsamningsins, hún í stöðugri endurskoðun. Hvað þarf til þess að verja landið og að skapa öryggi í landinu og þetta var eitthvað sem þurfti að semja þegar ég kom til landsins og ég var formaður kostnaðarlækkunarnefndar og svo í samninganefnd Helgi Ágústsson ráðuneytisstjóri var það formaður samninganefndarinnar og ég var að vinna í þessu og sem formaður kostnaðarlækkunarnefndar þá lagði ég mikla áherslu á það að koma strax með hugmyndir lækkun og það var komið mikill sparnaðartónn í Bandaríkjunum á þessum tíma, mjög harður sparnaðartónn að lækka kostnað og við vorum með ýmsar hugmyndir, ég held ég geti sagt frá þessu í dag á þeim tíma var þetta trúnaðarmál, við vorum að tala að taka yfir heilbrigðisþjónustu varnarliðsins, taka sjúkrahúsið yfir hjá þeim, reka það, við getum ekki rekið það ódýrara, við töluðum að loka einni flugbraut sem held ég hafi verið gert, flugbraut 725, við töluðum að taka yfir ratsjárstöð hjá þeim, við töluðum það að þeir myndu geta komið inn í okkar almannasamgöngur
vera ódýrara fyrir þá. Við leyfðum þeim að lenda frekar en að fljúga til Skotlands með kapótaleitavélarnar ef þau gátu ekki lent á Keflavíkurflugvelli, þá gátu þau að lenda á Egilsstöðum og Akureyri. En þegar sem formaður nefndarinnar þá kom ég með alls konar hugmyndir sem ég lagði á borðið fyrir varnarliðið til að lækka kostnaðinn við rekstur varnarliðsins. Svo var annað mál sem tengist þessu óbeint verktakan. Hún var mjög erfið á þessum tíma. Varnarliðið vildi setja íslenska aðalverktaka og Keflavíkurverktaka í beint útboð. Og þetta var mjög erfitt. Þarna var fjöldi massa að vinna hjá varnarliðinu, íslenskum aðalverktökum og svo hjá varnarliðinu og við þurftum að verja þetta. Og þess vegna voru við með alls konar áherslur. Við vildum, sögðum við varnarliðið að íslenskir aðalverktakar og Keflavíkurverktakar hefðu mjög sérstaka þekkingu. Þeir verið að byggja eftir bandarísku stöðlum en ekki íslensku stöðlum og þetta eru fyrirtæki sem þurfti að byggja og þjóna varnarliðinu við sérstakar aðstæður, oft með skömmum fyrirvara og við reyndum að verja þessu störfum eins og við gátum. En við vissum það alveg að það myndi gerast, að varnarliðið myndi ekki þola annað en þetta færi bara í útboð. Og við samþykktum í svoköldu Agreed Minute sem var samþykkt, það var held í apríl 2000, ég rífi gamalt í apríl 1996, ég kom 1995 mitt ár, 96, þá var samið og þá sömdum við nokkur verk færu í útboð til þess að reyna að sýna eitthvað lit gagnvart varnarliðinu og ég held að forsvarsmenn aðalverktaka og Keflavíkurverktaka hafi verið mjög sáttir við hvað kom út úr þessu. Svo var náttúrulega þeim tíma líka var lögð gríðarlega mikið áherslu á það að vera með loftvarnir. Við töldum, það var talið að það skipti gríðarlega miklu alveg að vera með minnst kosti 4 orðstóttur og það tókst líka á þeim tíma. En náttúrulega auðvitað skilgreininga á því hvað þarf til að verja land breytist, rætt að breytast. Og í dag síðar kannski kann að vera að það hafi ekki skipt jafn miklu máli að hafa þessar orðstötur. En þetta var það sem og þetta var mjög erfitt að fara í gegnum þetta því við vorum nokkri samningamenn að semja við Pentagon og bandarísku utanríkisráðuneytið og ég fór til dæmis með Halldóri til Bandaríkjanna og hitti Warren Christopher, utanríkisráðherra og ég hitti Cohen, við hittum Cohen varnarmálaráðherra. Þannig að það var mjög mikið unnið í þessu að reyna og þarna var náttúrulega verið að verja störf á Suðurnesjum sem var raunverulega rauði þráðurinn í þessu, ekki bara varnirnar. Og þarna sjáum við það, að þarna voru ekki bara bein störf hjá varnarliðinu sem voru, mjög mörg, heldur líka hjá risastórum aðalum sem eru Keflavíkurverktakar og íslenskir aðalverktakar sem voru meira og minna með starfsmenn frá Suðurnesjum. Árið 2006 þá var bara sagt bless við þetta allt, auðvitað var ákveðin þróun, það var búið að, eins og þú segir, opna þarna inn útboð á þessi störf, á þessi verk upp á Keflavíkurflugvelli. Þetta voru einokkur fyrir þessi fyrirtæki í áratugi og þetta urðu risavaxin fyrirtæki í rauninni bæði á þessu hér á Suðurnesjum, Keflavíkurverktakar og alla þeirra deildir og íslenskir aðalverktakar. Þannig að þetta var gríðilegt högg á þessum tíma en það var kannski gerðist ekki alveg á einu ári. Það gerir smátt og smátt. Auðvitað var þetta gríðarlega mikið högg og spurning hvernig var haldið á samningamálunum þá. Við gáum eftir. Það voru í samninganefndinni sem ég var í, það voru aðilar, án sem ég sé að nefna kannski nöfn, sem að töldu að varnarliðið myndi aldrei fara að sama hvað við myndum gera. Þeir myndu aldrei gefa eftir þessa aðstöðu. Það voru aðilar í samninganefndinni sem töldu það. Halldór og ég sjálfur töldum það að við yrðum að gefa eitthvað eftir, við yrðum að láta varnarliðið hafa eitthvað því við vissum það í þinginu, bandaríkjaþingi, það var komið mjög mikið pressa á sparnað og við hittum það líka ráðherra sem við vorum að tala við að við yrðum að gera eitthvað og við gerðum það. Hins vegar held ég að hafi verið komið mjög mikil harka í samningaviðræðurnar þá þegar varnarliðið síðan ákveður að fara og þá var varnarliðið komið með þá hugmynd að Ísland tæki meira minna við rekstrinum á stöðinni. Og náttúrulega þegar við vorum að semja á loftvarnirnar, þá skulum við ekkert gleyma því að við vorum að hugsa líka, það er að segja, ef þú ert með loftvarnir og þú ert með F-15 orðstóttur eða F-16 orðstóttur, eins og við kröfumst það væri 4 þotur, þá þýddi að það varnarliðið varð að hreinsa flugbrautirnar. Og þessar þotur gerðu miklu meiri kröfu heldur en Boeing þota getur lent í meiri snjó og heldur en orðstótthota, hún þarf miklu meiri hreinsun. Þannig að þá bara varnarliðið ábyrgði á því að halda brautunum opnum allan sólarhringinn allt árið og annað var það að ef orðstóttina voru þarna þá þurfti líka að vera þyrlubjörgunarsveit. Það var ekki hægt að vera bara það að orðið orðstótt þá þurfti líka að vera með björgunarsveit. Og Íslendingar auðvitað góðs að því. Já, þannig að þetta auðvitað voru Íslendingar að hugsa sína hagsmuni, ekki atvinnutækjum, heldur að hafa þetta líka. Þannig að þetta var mjög mikið hagsmunamál. 2006 náttúrulega kom upp á stað að Ísland er orðið miklu öflugra hagkerfi, flugstöðin orðið stærri og Ísland hafði burði til að gera
meira og varnarliðið kannski gekk á lagið og vildi að við meira með að tækjum við öllum þessum rekstri og þá ákveð íslensk stjórnvöld að segja nei sem ég held að hafi verið raunverulega kannski ekki þannig hægt og eftir á að hyggja þegar við skoðum svæðið í dag ég meina, auðvitað óttast með að þegar varnarsvæðið allt í einu tæmt eftir einhver draugahverfi og það var svona frekar lítið að gera þarna fyrst en ef maður skoðar þetta í dag þá sýnist manni að þetta svæði sé meira en allt í notkun og við fengum þessa gengisfellingu sem þarna var sem var ekki sem ætlum okkur ekki Ísland verður allt í einu samkeppnishæft það verður þessi gríðarlegi ferðamannastraumur og síðan koma þessi flugfélag, öll þessi starfsemi og mér sýnist þetta sé meira en allt í notkun í dag þannig að út af fyrir sig eftir á hyggja þá held ég að það sé ákveðin blessun fyrir okkur að varnarliðið fór að við erum ennþá í NATO við erum með tvíhliða varnarsamning það einhver kerfi í gangi Landhelgisgæslan búin að taka yfir eitthvað að starfsemi tengslum við NATO og þessa starfsemi þannig að við erum með varnarsamkomulag við erum með það í gangi en á Keflavíkurflugvelli þetta borgaraleg starfsemi og við erum að lifa á okkar eigin þjónustu og atvinnustarfsemi frekar en að lifa á því sem við gerðum að hluta til að þurfa að sækja peninga til Washington til að reka varnarlið. Ég ætla nú að fara og ætla að venda kveði mínu kross og hitta Hilmar Þór ungan að árum. Þú ferð Það er langt síðan það var. Já. Og þú sóttir þína skólagöngu fyrst í grunnskóla í Njarðvík og fórst ekki í Fjölbrautaskólann og svo í háskólann en þú varst að byrja að skipta þér af málefnum kaupfélagsins og Framsóknarflokksins og þú varst eitthvað í stjórnmálum hann á þessum tíma sem ungur maður, eða ekki? Jú, ég reyndar algjörlega hættur fyrir löngu síðan öllum stjórnmálaskiptum og tek ekki mæta á enga fundi hjá stjórnmálaflokkum en það er alveg rétt sem þú segir sko, ég var í Njarðvíkurskóla og svo fór ég í Fjölbrautaskólann og tók stúdentspróf og líkaði bara mjög vel ég var á þeim tíma það var svona meiri skipting milli Keflavíkur og Njarðvíkur og ég var svona smeykur að fara í Keflavík í skóla en mér líkaði vel í Fjölbrautaskólann mér finnst góður andið þarna þetta var ágætur skóli fór síðan í háskólann og ég fór að vinna fyrir Gunnar Sveinsson í kaupfélaginu Það var þetta kaupfélagsstjóra? Hann var þá kaupfélagsstjóri og var búinn að vera kaupfélagsstjóri mjög lengi mjög reyndur stjórnandi og ég fór að gefa út fyrir hann blað, kaupfélagsblaði og tók mikið af viðtölum og skrifaði greinar og fjalla og mér fannst svona þessi samvinnurhreyfingin og þessi félagshyggja svona heillandi á þeim tíma og mér finnst það sömuleiðis í dag líka var að vinna fyrir kaupfélagið og ég var sendur ég hafði ýmsa möguleika, ég var sendur nokkur sinnum sem fulltrúi ásamt með öðrum sem á aðalfund sambandsins í Sambandíska samvinnufélag og kynntist þar forstjóranum Erlendi Einarsinni og stjórnarformanni Val Arnórssyni ég kynntist þarna mjög skemmtilegu fólki sem ég var að tala við og fór að starfa í Framsóknarflokknum, fór í miðstjórn ég kynntist Steingrími Hermannssyni og Halldóri Ásgrímssyni mjög vel og reyndar ýmsum öðrum og starfaði í flokknum á tímabili, var að vinna líka í blaðamennsku, ég vann fyrir Víkurfréttir, skrifaði, ég var sendur nokkur sinnum að taka viðtöl við ráðherra af ykkur, gerður út til þess að fara að tala við þá og þá var það yfirleitt eitthvað sem tengdist hagsmunum Suðurnesja, ýta þrýsta á náttúrulega blaðið náttúrulega að berjast fyrir hagsmunum Suðurnesja og vera þrýsta á og krefja ráðherra sagna hvað ég að gera hér. En já, ég var þá starfandi í pólitík og þetta var náttúrulega mjög skemmtilegu tími og ég var alveg að þessu frá því að ég útskrifast í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og þangað til ég kláraði Háskóla Íslands sem var 83, þá fer ég í framhaldsnám, þá lýkur því tímabili. Þú ert á verulegu flakki í nokkur ár vinnu fyrir Alþjóðabankann og síðan í seinni tíð hefur verið svona gestafræðimaður, hvað myndir þú segja okkur, eitthvað skemmtilegt þetta í stuttumáli? Sko þegar ég var í Washington að taka doktorsnám, eftir 1 ár þá fór ég sótti að vera sumarmaður hjá Alþjóðabankanum, átti að vera í 3 mánuði og það var það 12 árum og mér fannst Alþjóðabankin mjög heillandi stofnun, hvernig þetta var stofnun sem var aðstoða þróunarríki og mjög alþjóðleg stofnun, 10.000 manna starfslið fólk frá nánast öllu löndum í heiminum, nema kannski Norður Kóreu eða eitthvað, þú ert að hitta fólk frá öllum heimshornum og mikil ferðalög, ég held ég að ferðast líka 70 landa á þessum tíma og byrjaði að vinna í Afríkumálunum og mér fannst þetta mjög spennandi að vinna í þessu, auðvitað var þetta erfitt, ég var að vinna í löndum sem voru mjög fátæk, í landi sem ég var að vinna aðallega á þeim tíma var Mósambík, mjög fátækt land
mikið spilling og reyndar bara rétt, hún að ljúka borgarastýrið því ég kom þar inn í það land og var að ferðast þar og skoða ástandið. Það var raunverulega ennþá stríð í gangi. Þetta var mjög spennandi fyrir unga mann að taka þátt í þessu og semja við stjórnvöld, hitta ráðherra og reyna hjálpa þessu löndum eitthvað áfram. Og síðan kem ég heim fyrir að vinna sem aðstoðarmaður utanríkisráðherra, en fer síðan, það var 99 fer ég til Alþjóðabankans aftur og fer að vinna í Lettlandi, í Riga og enda svo í Hanoi eftir það. Ég var 12 ár samtals og að vinna í 3 ólíkum heimsálum alla þennan tíma, sem að mér fannst líka mjög skemmtilegt að vera ekki alltaf á sama staðnum, vinna í Afríkumálefnum frá Washington, vera síðan í Evrópu að vinna í málefnum Eystrasaltsríkjanna og fara svo að vinna Asíumálefnum síðustu 3 ári sem ég var þarna. En Njarðvíkingurinn Hilmar Þór ekkert á heimleið þegar hann er farin að hugsa Suðurnesin á næsta árum, flytja heim? Ég er alltaf með íbúðir hérna í Reykjanesbæ sem móðir mín átti, sem ég hef ekki ennþá selt. Þannig að ég er alltaf með annan fótinn hérna. Þannig að ég tel mig ekki það yfirgefið Suðurnesin. Og mér finnst raunverulega, þetta er eini staðina sem mér finnst ég raunverulega eiga heima. Hérna kem ég. Og ég kem alltaf hingað á hverju einasta ári og er hérna til dæmis meira og minna á sumrin. Þannig að mér finnst ég ekki það yfirgefið Suðurnesin. Hins vegar þegar ég kem heim til Íslands og hafði áhuga þegar ég færi háskólakennslu og hafði haft það lengi, þá raunverulega af því Háskólinn á Akureyri bauð strax fullt starf og fastráðningu, þá tók ég það og það var skóli, það var Þorsteinn Gunnarsson rektor, skóli sem var í miklum vexti og er reyndar enn og þannig mér fannst það spennandi og ég er ekkert sjálfsagt að hugsa mér að fara að breyta því alveg á næstunni. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir það.